Lágkolvetna lífstíllinn Netto. Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Það skemmtilegur þáttur framundan og í fyrirhlutanum verðum við í Grindavík. En 100 starfsmenn fiskvinnslu fyrirtækisins Vísis eru þessa dagana að koma sér fyrir í varanlegu húsnæði í Grindavík, en þeir komu frá 3 stöðum utan af landi. Og til þess að efla tengsl pólskra og íslenskra starfsmanna var ákveðið að stofna söngkóp til þess að efla tengslin. Og núna eru þau að æfa jólalögin á pólsku og á íslensku. Við verðum í Grindavík í fyrirhluta þáttarins. Segðu mig aðeins, hvernig hefur þetta verkefni gengið fyrir sig að flytja þetta starfsfólk á milli landsluta? Það hefur gengið raun vonum framar. Það hefur vel tekið á móti. Fór hér á íslensku námskeið, fór í allar þær kynningar sem hægt var að bjóða hér upp á og bærinn tók vel á móti þeim og fólkið tekur vel á móti þeim. Og svo er alltaf sérstakt ánægjuefni að geta boðið upp á þessa glæsilegu aðstöðu núna þegar að þó hún hafi tafist einhverjar örfáar vikur, að þá er þetta aðstæða sem við erum mjög stolt af að geta boðið þessu fólki. Hvernig er þessi aðstæða? Þetta er bæði stúdíóíbúðir og herbergi. Herbergin hafa aðgengi hérna mjög góð sameiginlegu rými og fólk sem er fjarri sínu heimalandi og fjarri sínu fjölskyldum er mjög ánægt sig í dag að geta flutt inn í svona glæsilegar vistarverur og það er eiginlega mest ánægjuefni yfir þessu í dag. Hvernig hefur þetta verkefni gengið? Það hefur gengið í vonum framar. Það eru vanir menn sem hafa keyrt þetta í gegn. Fengum húsið, þetta sögufræga hús sem á langa fiskvinnslu feril að baki. Og hérna var íþróttasalur í seinni tíð. Fengum það afhent í sjómandagshelgina og það var náttúrulega mikil bjartsýni að flytja inn 1. september. En við erum komin inn núna og fólk er mjög ánægt og þannig það er ekkert að segja annað að verkefnið það gengi bara mjög vel. Er langt síðan þetta fólk kom hingað til Grindavíkur eða er það bara svona rétt að setja staðið hérna núna? Nei, það kom hérna bara til vinnu 1. september eins og til stóð og hefur verið hér í leiguhúsnæði á svona 3 stöðum og sýnt okkur mikla biðlund og en er bersýnilega fegið að vera komið í þessa aðstöðu. Þau eru hérna með 18 tveggja manna íbúðir og svo eitthvað annað eins af herbergjum. Er þetta allt fullt nýtt? Já, þetta er fullt nýtt og komast færri aðeins vilja reynda en svo er annars hópur sem er flutt í blokkina og er mjög ánægt þar. Sú aðgerð stóðst alveg tíma og fluttið beint þar inn fólkið. Og það þá fjölskyldur með börn? Það er fjölskyldur með börn og fólk hefur valið það að koma þar eða vera hér þannig að það er mjög fjölbreytilegur húsnæði sem fólkinu stendur til boða. Þannig að það er ekkert langt frá því að þegar upp eru staðið þá geta verið kominir kannski 100 manns í bæinn sem eru flestir fjarri sínu heimalandi og sínu fjölskyldum og mjög mikið atriði að bæjarfélagið allt, fyrirtækið og samstarfsmenn taki vel á móti. Nú, heyrði ég hérna áðan á göngum að þið gerir ráð fyrir að fólk búi hérna bara í 9 mánuði á ári því að þið lokið við sumartímann og þá fer fólk bara til sín heima. Og hvað, þið notið þetta þá bara í ferðaþjónustu þess á milli? Já, það er eitt sem við verðum að vinna að þegar fólk fer heim í jólafrí eða fólk fer heim í sumarfrí að þá nýtist þetta í ferðaþjónustuna og ég held að það sé mjög mikið tækifæri í einmitt svona samvinnu milli þeirra fyrirtæki sem þurfa á þessu starfsfólki að halda því við þurfum að hafa þetta fólk að geta haft að bæði nýtt svona húsnæði bæði fyrir ferðaþjónustuna og fyrir aðra starfsemi og tímalega ferða mjög vel saman því að túristinn er náttúrulega mestur hérna á sumrin og þá vonustu til þess að geta haft svona lokað eða að fólk fari svona sameiginlega í sín sumarfrí. Þannig að það fer mjög vel saman. Nú fluttuðu þennan fjölda starfsfólki hingað til ykkar og þeir hljóta eitthvað þurft að útvikka þá hjá ykkur vinnsluna líka hérna í Grindavík. Hvernig gerðu þið það?
Já, það verkefni sem við erum í núna að færa vinnsluna frá þessum 3 stöðum á þennan eina stað. Stór hluti hefur farið í það að hvað tekur við það sem við förum. Það hefur allt saman gengið eftir áætlun og sem ekki búin með það verkefni. Við erum að byggja hérna upp fjölþætt hátækni fiskvinnsluhús við hliðina á saltfiskvinnslu okkar og þannig að það fjölgar hérna starfsfólki meira en 2-falt. Þið eru núna að samhliða saltfiskverkefni að setja upp frystihús. Já, og ekki bara frystihús, það er hús sem er bæði fersku og frystu og léttsöldu og verður mjög aflmikið hús sem er mjög mikinn sveigjanleika. Þannig að við erum að mæta þeirri þörf að sem breytt markaðsástand kallar á að geta mætt kúnnanum með miklu meiri sveigjanleika og miklu afli til þess að standast bara samkeppnina við Rússa, Norðmenn og aðra sem eru á sömu slóðum. Hvað er þetta orðið margt starfsfólk hjá okkur hérna í Grindavík? Þegar við byrjuðum í haust þá fórum við af stað 125. Það er ekki ólíklegt að við munum enda einhverjum 150. Og nægt hráefni? Já, við erum að vinna á eigin hráefnir, við erum að vinna okkar 17.000 tonn. Við stefnum að því að vinna 20.000 tonn í þessum 2 húsum og við verðum vantilega komni með þá stærðargráðu upp vantilega svona innan árs. Er það landað öllum þessu fiski hérna í Grindavík eða er hún landað fyrir austan, vestan, norðan? Það er engin breyting á því sem hefur verið hjá okkur síðustu 20 ár að skipin velja bara, að skipstjórarnir velja þau fiskimið sem gefa best hverju sinni og við sækjum fiskinn þangað. Það hefur alltaf verið þannig að haustin hefur verið fyrir austan og norðan á seinni árin. Sumrin hafa verið þá fyrir vestan og sunnan. Þannig að helmingur ársins menn að landa fyrir norðan og austan og hinn helmingin hérna í Grindavík. Þannig að það er engin breyting á því ekki nema fiskgengdin breytist einhverju leyti. Jæja, Margrét Pálsdóttir, sönghópsstjóri, sönghóps Vísis. Nú gekk mikið á hérna áðan, mikið fjör. Hvenær kom þessi hópur saman og að hvaða tilefni? Við hittumst fyrst fyrir hálfu mánuði og það var vegna þess að það kom upp svo hugmynd að kæmi saman einhver hópur kannski, starfsmanna og myndi syngja á jólaskemmtun sem verður núna mjög fljótlega. Og þá ákváðum við að kanna áhugan, vita hvort það vildi einhverju vera með. Létum það berast og það kom svolítill hópur sem að skráði sig og mætti á æfingu og við ákváðum svo í sameiningu, að við vildum prófa að syngja eitthvað og okkur langaði til þess að syngja lög sem væru þá á tungumáli þeirra sem kæmu og vildu syngja með. Þetta er blandaður hópur starfsfólks Vísis. Já, það er fólk frá mörgum löndum sem vinnur hjá Vísi og það skráðu sig í þennan hóp Pólverjar og Íslendingar sem eru stærstu hóparnir. Ég held að hinir hafi verið svolítið feimnir svona í byrjun en hins vegar held ég að þeir sjáu núna þegar þeir sjá hvað við Íslendingarnir erum duglega að syngja pólskuna til dæmis, ekki bara Pólverjarnir að syngja íslenskuna. Að þá held ég að þeir komi með þannig að ef við höldum áfram sem væri mjög gaman þá verða fleiri tungumál næst. Ég vona það að minnsta kosti. Líka hugsjónaverkefni hjá þér. Þú vilt líka Íslendingar læri önnur tungumál þeirra sem koma hingað.
Já, mér finnst það var einkennt svolítið þessi síðustu ár að allir innflytjendur og starfsmenn hérna eigi að læra íslensku. Og jú, það er gott að blessa, en mér finnst við hafa gleymt því að við þurfum líka að læra tungumáli þeirra. Þetta fólk kemur hingað og er fjölhæft og hefur frá mörgu að segja og getur miðlað mjög mörgu til okkar, menningu, þekkingu, skemmtun, og er yndislegt fólk. Og við missum á svo miklu með því að skilja ekki hvað þau hafa að segja. Og þess vegna er í rauninni svo sniðugt að vera með hóp eins og þennan. Það kom í rauninni bara í ljós eftir að við vorum byrjuð að við höfum verið að kynnast þeim, Íslendingarnir, og læra lögin þeirra og finna gleðina þeirra. Þau hafa smitað okkur og jú, svo hafa þau lært lögin okkar eins og þau hafa alltaf þurft að gera, en hafa svolítið gaman af því. En það er svolítið skemmtilegt til dæmis að þegar við vorum að ákveða dagskrána þá komst ég að því að Íslendingarnir vildu helst syngja pólsku lögin og Pólverjarnir vildu helst syngja íslensku lögin, eða þau sem eru á íslensku. Svoleiðis að við þurftum að vera með málamiðlanir og við syngjum sem sagt 2 lög á íslensku og 2 lög á pólsku og svo syngjum við 1 á íslensku fyrst og svo á pólsku. Og það er svo skemmtilegt í hópi eins og þessum að það miðla allir til allra. Þau standa hlið við hlið og Pólverji syngur við hliðina á Íslendingi sem að kann framburðin í sínu og lærir svo aftur framburðin á pólsku af Pólverjanum sem stendur við hliðina á honum. Og ég ákvað að stofna Facebook-hóp strax og byrjaði strax að vinna í því að útbúa textana og matreiða þá fyrir báða hópana þannig að við hefðum möguleika á þessu af því að í byrjun var pínlítið svona að ég get ekki lært þetta er allt og erfitt, hvernig heldur ég geti lært þetta á halvu mánuði og ég hef alltaf tröllatrú á fólki og þau syngja eins og þú heyrir núna, þau eru byrjað að syngja hérna fyrir aftan mig og söngurinn er þannig að þú fær tækifæri til að syngja og þá ferðu að syngja. Þannig ég sé fyrir mér að það sé hægt að vera með söngkvöld, jafnvel opin söngkvöld, þjóðleg, þar sem fólk kemur og syngur og hægt að kenna þá kannski 1 lag á kvöldi eða meira, fólk er fljótt að læra. En þetta hefur mjög góð áhrif og þetta er svo skemmtilegt. Lágkolvetna lífstíllinn Netto. Það er sannkölluð menntabylting á Suðurnesjum og árangur nemenda í mikilli uppsveiflu. Við erum að mennta okkur út úr kreppunni, segir fræðslustjóri svæðisins. Við sóttum skólaþing í Heiðarskóla í Reykjanesbæ og fylgdust með þegar menntamálaráðherra opnaði nýtt vefsvæði með speglaðri kennslu. Allt á fleygiferð í skólamálum. Skólakerfið er á fleygiferð á Suðurnesjum og sannkölluð menntabylting með framsæknum kennurum og foreldrum. Árangur á mjög hraðri uppleið. Við erum að mennta okkur upp úr kreppunu, segir fræðslustjóri svæðisins. Illugi Gunnarsson, menntamálaráðherra, opnaði nýlega vefsíðu á skólaþingi Heiðarskóla í Reykjanesbæ. Þar er tekið saman allt kennsluefni í stærðfræði á unglingastigi og sett fram með speglaðri kennslu, unnið af 3 kennurum í skólanum. Kennsluefnið er seinasta viðbótin við samantekt stafrænna verkfæra sem tekin eru saman á vef námsgagnastofnunar vendikensla.is sem er annað nafn yfir speglaða kennslu. Áður hafði verið unnið sambarlegt námsefni fyrir náttúrufræðigreinar og íslensku. Fjöldi manns sótti skólaþing Heiðarskóla í Reykjanesbæ og Sóley Halla Þórhallsdóttir skólastjóri ræddi örar framfarir í tækni
og hvernig menn afla sér þekkingar. Hlutverk okkar sem hér störfum því ekki bara fólki í því að fræða nemendur, heldur efla þá, hjálpa þeim að þroska vitsmuni sína og félagslega færni. Þeir þurfa að þroskast á náminu og þeir þurfa að eflast sem manneskjur. Nú ekki lengur spurt hvað veistu, heldur hvað getur þú gert við þekkingu þína, hver færni þín. Já, þetta ekki í fyrsta sinn sem ég kem á þetta svæði til þess að taka þátt í því að opna eða vígja nýjungar í skólastarfi. Og það auðvitað segir mér það að hér heilmikil degla og hér eru í forystu einstaklingar sem eru opnir fyrir nýjungum og átta sig á því að það skiptir miklu máli að við séum tilbúin til þess að leita allra leiða sem að við getum mögulega notað til þess að bæta menntun barna og ungmenna. Og þess vegna það mjög ánægjulegt að vera hér í dag og opna þessa nýjung. Þú þakkar skólafólkinu hérna sérstaklega fyrir mun betri árangur og nýjungar á síðustu árum. Þú hefur verið að fylgjast vel með þetta. Já, við höfum gert það, bæði ég og mínir starfsmenn í ráðuneytinu, að við höfum séð það að það mikill metnaður hér. Bæði hjá forystufólki hér í menntamálunum, líka í sveitarstjórnarmálunum og greinileg vakning hjá foreldrum og bæjarbúum almennt mikilvægi þess að skólastarfið sé öflugt. Og við vitum það bara þegar kemur nú að þessar spurningur hvar fólk vil búa, að fólk sem með börn á grunnskólaaldri horfir mjög til þess hvort það sé góður skóli og það sé tryggt að börnin þeirra fái góða menntun og það ræður heilmiklu búsetuval fólks. Þannig að þetta miklir hagsmunir fyrir bæjarfélagið, en fyrir hvert og einn eða fyrir hvert foreldri þá það auðvitað svo að við viljum að gerum kröfur það að börnin okkar fái sem besta menntun. Það lykillinn að möguleikum þeirra síðan meir í lífinu og þess vegna hljótum við fagna því mjög hvernig hér hefur svona vaxið áhugi, vitund og vilji sem við sjáum síðan í verki á því að bæta hér skólastarf. Vinna við myndböndun á vefsíðunni vendikennsla.is samstarf Heiðarskóla við Háskólan Keili á Ásbrú. Átaksverkefni styrkt af Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, Reykjanesbæ og Keili. Ásbrúar háskólinn hefur verið í forystu hlutverki í speglaðri kennslu. Hvað getur sagt okkur þennan nýja vef sem þið voruð að opna? Sömuleitum má segja að hann sé bara merkilegur á heimsvísu. Ég held að sé hvergi í heiminum til efni eins og þetta, þar að segja öll innlögn í stærðfræði fyrir 8. til 10. bekk sem að allir landsmenn, nemendur, kennarar og foreldrar hafa aðgang að. Þetta þýðir það að núna geta nemendur og kennarar skoðað þetta efni eins oft og þeir vilja og þegar þeir vilja. Nú geta kennarar skipulagt nám nemendana þannig að nemendur horfi á kynninguna heima, koma svo í skólan og vinna þar verkefnin og kennarinn þar til aðstoðar. Með þessu móti þetta sem kallað vendinám, þá verið að virkja nemandan og ég vil meina að þetta sé ákveðið grundvallar atriði í að jafna tækifæri fólks til náms og það bara grundvallar mannréttindi. Hvernig komið þið frá Keilis háskólasamfélaginu inn í þetta? Við höfum verið að leggja áherslu á vendinám í okkar starfi og höfum kannski leitt það svolítið hérlendis og erum að fara að halda aðra ráðstefnu þess í apríl á næsta ári. Við leiðum evrópskt verkefni. Okkur tók síðan að safna fjármunum til þess að greiða fyrir þessa vinnu og þar kom sterkastur inn Jöfnunarsjóður sveitarfélaga, líka sveitarfélagið Reykjanesbær og Jöfnunarsjóðurinn kemur inn vegna þess að hann sér þarna tækifæri fyrir litla skóla á landsbyggðinni sem hafa ekki alltaf aðgang að sérmenntuðum kennurum og þá þetta að nýta þessa sérfræðikunnáttu sem að hinnir frábæri kennarar hér í Heiðarskóla hafa núna tekið upp. Þú hlýtur líka að vera ánægður, Gylfi, með þessa nýjung hérna. Já, ég verð að segja það sem fræðslustjóri, ég stoltur af mínu fólki og hann sagði nú hérna í ávarpi áðan menntamálaráðherra að tæknin kemur fyrst og útfærslan á eftir og það nákvæmlega það sem að gerast hér að í Heiðarskóla þá byrjaði iPad-væðingin okkar og þegar við fórum að stað þá vissum við ekki nákvæmlega hvert hún myndi leið okkur og þetta eitt af skrefunum. Og það annað líka, hér erum við að sjá brú á milli skólastiga,
það svona bara mjög náttúrulegt og eðlilegt samstarf á milli grunnskólans og Keilis og það ekki eitthvað sem þú sér á hverjum degi en heilt yfir að það búin að vera mikil gróska í skólasamfélaginu. Þetta einn af þessum stóru vaxtarsprotum og enn og aftur við erum ekki búin, við vitum ekki hvar við endum ef við erum lögð af stað og við erum fremst í röðinni, þannig að það sýnir þetta verkefni. Þið hafi verið í forystu hér í Reykjanesbæ í skólamálum og þú hefur nú verið víða land að kynna þetta. Hvaða breyting hefur eiginlega átt sér stað hérna á undanförnum árum? Hvernig hefur þetta gerst? Ég held að fari bara margir þættir saman. Það náttúrulega í fyrsta lagi þá hefur tekist að fá skólaforeldrana með og við höfum orðið sammála hvaða markmiðum við ætlum að stefna og markmiðin sem við stefnum að þau eru grundvölduð á því sem við teljum að samfélagi hafi þörf fyrir og við höfum oft sagt í kennarasamfélaginu að við ætlum að mennta okkur út úr kreppunni með því að bæta grunnmenntunina. Þá geta börnin okkar farið upp í framhaldsskólann með staðgóða undirstöðu sem að gera það verkum að þeir verða allir vegir færir og þetta okkur að takast. Við erum ekki komin allar leið en við erum komin langt á veg og eins og ráðherra sagði áðan að það margir að leita til okkar sem eru í þessum pælingum með hvernig þeir ætla að bæta námsárangur og hvernig þeir ætla að bæta grunnnámið. Menntun að snar styrkjast á síðustu árum. Þetta hlýtur að vera svona gott innlegg inn í samfélagi hérna. Þið ekki sammála því? Jú, ég tek undir það bæði sem ráðherra og Gylfi Jón segja að hér á Suðurnesjum hefur í raun orðið svona bara vitundarvakning, við getum sagt bara menntabylting sem hefur orðið hér á Suðurnesjum og það gaman að finna hvað mikið af framsæknum og áhuga sem við kennurum hérna og að foreldrar, eins og við sjáum bara að foreldrar eru hér á laugardagsmorgni að fjalla skólamál því að fólk veit sem að framtíð barnanna og samfélagsins byggir á velmenntuðu fólki. Þeir sem ekki mennta sig, þeir bara einfaldlega að dragast aftur úr. En mér langar að nefna þó líka þessu framhaldi að við erum þekkt sem skólabær og þessi tvö önnur sveitafélög sem við erum í samstarfi við Garður og Sandgerði að ég var einmitt að ræða við bæjarstjórann í öðru sveitafélaginu í gær að hún nefndi þetta að það væri svo gaman að upplifun væri að hún væri bæjarstjóri í skólabæ og það skemmtilegt og þetta eitthvað sem tekið eftir annar staðar og það gefur okkar kennurum og okkar skólasamfélagi bara byrjandi báða vengi og starfsánægju. Við endum þáttinn á mjög skemmtilegum myndum teknum úr svokölluðum dróna yfir Bláa lóninu og úti á Reykjanesi. Það ljósmyndarinn Óli Haukur Mýrdal sem á heiðurinn að þessum skemmtilegu myndum. Njótið vel.
leið og við þökkum fyrir áhorfið minnum við á öfluga fréttamiðla Víkurfrétta. Víkurfréttina sjálfar blaðið sem kemur út á Suðurnesjum í hverri viku á Víkurfréttavefinn vaff.is og fyrir kylfingana kylfingur.is. Við þökkum fyrir okkur, verið sæl. Rulli mannskjönni. Osteinn. Sushi, alltaf ferskt. Netto.